Jæja, velkomin í þennan jógatíma með mér, ég heiti Eygló og í dag ætlum við bara að einblína á æfingar fyrir ofan mitti. Þetta er bara 15 mínútna tími, raun og veru hugsað sem frábær lausn á ferðalögum, þar sem þú vilt bara ná úr þér stífleika til dæmis eftir nóttina, þú ert kannski ekki búin að sofa í þínu eigin rúmi. Þannig að, komdu þér fyrir í standandi stöðu. Og hafðu bara þægilegt mjaðmabil á milli fóta og komdu þér fyrir. Stattu jafnt í báða fætur og ef þú getur þá mæli ég með að vera alls ekki í skóm og helst að vera sokkalaus líka. Það gefur þér betri tilfinningu fyrir gólfinu. Þó við séum bara að þjálfa allt fyrir ofan mitti. En byrjum á því að anda djúpt að inn nef og svo andvörpum við út munn. Findu hvernig þetta hjálpar þér að losa spennu og slaka á. Gerum 2 viðbót, djúpt að, andvarpa. Og einu sinni enn. Svo leyfur andardrættunum að róast, en gerðu hreyfingar alltaf í takt við öndunina þína. Þannig að innöndun núna skulum við aðeins lengja hálsinn, lengja hrygginn og svo hallar höfðinu varlega aftur og bak. Hafðu munninn lokaðan. Fráöndun haka í átt að bringu. Findu teygjuna aftan á hálsinum. Innöndun lengja og halla varlega aftur. Og fráöndun haka í átt að bringu. Gerum 3 í viðbót. Lengja á innöndun og svo halla varlega aftur. Fráöndun haka í átt að bringu. Stattu alltaf jafnt í báða fætur með hnén mjúk, þannig að þú sért ekki að læsa hnjánum. Við viljum alls ekki læsa hnjánum hér. Ok, einu sinni enn í hvora átt, innöndun lengja og halla aftur og fráöndun haka í átt að bringu. Stoppaðu svo hérna í miðjunni og leyfðu höfðinu síga í átt að öxlinni. Og reyndu að hreyfa bara hálsinn, ekki halla búknum neitt. Svo andarðu að, kemur inn í miðju og fráöndun lætur höfuðið síga í hina áttina. Innöndun og útöndun. Hérna skaltu taka eftir muninum sem er á milli hliða. Haltu áfram að færa þig á milli algjörlega á þínum hraða. Og ef þú finnur svona brak, eða svona, já, eiginlega eins og brakhreyfingar í vöðvum við hreyfingarnar, þá er það mjög líklega bara spenna að losna, ekkert sem að bera óttast, eitthvað sem að minnkar með fjölda hreyfinga. Gerum við einu sinni enn á hvora hlið. Svo stoppum við í miðjunni og snúðu núna upp á hálsinn, horfðu eins langt aftur fyrir þú getur, án þess að snúa upp á búkinn. Innöndun miðja, fráöndun hin áttin. Haltu áfram, gerðu í takt við þína öndun, þú ættir að finna teygju og tog hérna á þessum vöðvum hér, sem snúa upp á hálsinn. Gerðu allar hreyfingar alltaf svona í takt við andardráttinn og í sátt við líkamann þinn. Við viljum ekki þröngu okkur eða fara inn í verk eða svona þenja okkur eitthvað í þessum æfingum. Við erum bara aðeins að liðka. Og ég er auðvitað hér að gera bara í takt við mína öndun og það er ekki endilega þinn taktur. Kannski ert þú að vinna aðeins hraðar, þá gerir þú bara aðeins fleiri. Ok, næstu innöndun. Axlir upp, útöndun, þrýstu þeim niður, upp á innöndun og niður á útöndun. Og reyndu að fara eins langt inn í hvora hreyfingu fyrir sig og þú mögulega getur. Þannig að það er hátt upp, kreista vel og þrýsta niður. Cirka 5 til 7, svona mjög gott hér, upp og niður. Þá tegjum við handleggina fram, axlarbreidd, axlarhæð
Og hreyfingin sem við gerum bara á herðablöðunum. Mjúk hné, herðablöðin saman, herðablöðin sundur. Hálsin langur og axlirnar slakar allan tíman. Farðu eins langt inn í hvora hreyfingu þú getur án þess að hreyfa hérna mittið. Þannig að það bara efra bak. Ef þið finnst þetta vera mjög krefjandi, þá skaltu bara halda áfram að gera þessu og ekki bæta neinu við. Hins vegar, ef þú treystir þér, þá kannski ágætt að standa svona í skrefstöðu með annan fótinn aðeins fyrir framan svona eins og sért að ganga en þú ert bara kjur. Ok, og við gerum alveg eins, tókum herðablöðin saman, nema í staðinn fyrir að ýta bara fram, þá ætlum við að ýta fram og upp. Tógar aftur að og svo ýtiru fram og upp. Tógar að og fram og upp og við höldum áfram alla leið upp, alveg þangað til að við komumst ekki hærra. Gerum við 2-3 í efstu stöðu og þú ættir að finna vöðvan hérna, spennast hérna undir handakrikanum við herðablaðið og svo byrjum við bara aftur að fikra niður og tókum við herðablöðin saman og fikrum niður. Og við fikrum okkur neðar og neðar alveg þangað til að hendurnar eru komnar niður með hliðum. Þá skaltu aftur breyta fótstöðunni í bara akkurat meðamabil og alveg samsíða. Og næst þegar við tókum hérna upp að öxlum, ætlum við líka að koma upp á táberg og slaka. Og innöndun upp, útöndun niður. Upp og innöndun og niður og tvisvar í viðbót, hátt upp og slaka. Og upp og slaka. Breikkaðu þá bil á milli fóta, geymdu lófana hérna á mjöðmunum. Mjúk hné, mjög mikilvægt. Og nú reynum við að fá hreyfingunni allan hrygginn frá rófubeini og alveg upp í efsta hálslið. Þannig að við öndum að við þrýstum bringunni fram, horfum upp og ýtum olnbogunum aftur á bak. Þannig að hérna við erum líka að fá svona milda teygju hérna fram á hálsinn. Ef þú ímyndar þér og sért með rófu, þá ætlar að ýta rófunni aftur á bak og svo næst þegar við öndum frá gerum við góða krippu á bak og rúllum rófunni svona innundir, svona eins og við getum togað hann upp hérna á milli fótana. Og innundun og útöndun. Helstu mistökin sem ég sé í þessari æfingu að hreyfa frá mjöðum, þessi hérna hreyfing. Við ætlum ekki að gera hana, þannig að mjöðminn alltaf kjur, við erum bara að hreyfa allt fyrir ofan. Við erum vissulega að hreyfa mjöðmina, en við erum ekki að halla okkur fram. Við erum að reyna að fá góða hreyfingu í alla hryggjarliðina og hér, ef þú hefur nóg pláss, þá skaltu opna faðminn og loka á fráöndun. Hreyfingin í takt við öndun. Einu sinni enn opna og loka. Og stoppa. Og áfram gott bil á milli fóta, hendur niður með síðum. Og nú þrýstir mjöðmunni hérna út til hliðar og sígur niður hinum megin. Athuga hvort þú náir að snerta hnéð. Og svo upp og niður hinum megin. Og hérna mjög gott að ímynda sér að við stöndum með bakhliðina okkar upp við vegg. Þannig að þegar ég síg niður, þá reyni ég að láta bakhliðina snerta þennan ímyndaða vegg allan tíman. Helstu mistökin að efri öxlin sé að detta svolítið fram. Við ætlum að reyna að forðast það og reyna að láta líkamann fylgja þessum ímyndaða vegg. Þessi teygja kemur hérna niður í svæðið fyrir ofan mjöðm og fyrir neðan rifbeinin og léttir mjög á öllu svæðinu þar og léttir á mjóbakkinum. Og ef þú vilt núna fara aðeins dýpra og stöldrum aðeins við. Teygjum hérna hendina upp, langur háls, passa að sökkva ekki niður í öxlina og enn meiri teygja geti verið hérna að teygja handlegginn yfir eyrað og svo losa, við komum upp og gerum alveg eins hinum megin, sígum niður, öndum djúpt,
langur háls, slakar axlir, meira þess að ég þarf áminninguna og svo rísum við upp. Mjög gott. Og göngum við fætur saman, hæl í tá og við ætlum að setja aðeins meiri athygli inn í axlir. Þannig að pínlítið skref fram bara með hægri fæti. Svo ætlum við bara að hreyfa hægri hendi. Þannig að vinstri hendin má vera hér eða jafnvel hér. Ástæðan fyrir að ég vil hafa svona frekar kross yfir líkamann er vegna þess að ég vil halda mjöðmunum eins stöðugum og ég get. Þannig að það sem ég geri hér með hægri er að litli fingurinn ætlar að benda fram. Þannig að lófinn vísar frá líkamannum mínum. Og ég teikna stóran hring, teygja hendina hérna langt fram og eins hátt upp og ég get og svo aftur fyrir eins stóran hring og ég get án þess að snúa mikið upp á líkamann. Þannig ég reyna að halda mjöðmunum svona réttum af og gerum við nokkra svona hringi og það er mjög gott að ímynda sér að við séum einmitt að láta lófan renna eftir ímynduðum vegg. Við ætlum að gera tvisvar í viðbót og já, veggurinn lítur alls konar út eftir hversu liðug við erum. Einu sinni enn. Þetta er rosa góð hreyfing fyrir axlarliðin í heild sinni. Svo skiptum við stöðu á fótleggjum. Og það er vinstri hendin sem hreyfir næst, litli fingur fram, teygum fram og hátt upp og vel aftur og bak og niður. Við þurfum ekki að flýta okkur hér. Stattu alltaf jafnt í báða fætur, báðar iljarnar alveg í gólfi, alveg frá tám og niður í hæla. Gerum 3 svona hringi í viðbót. Og hér andaru eins og þér þykir best. Sumum finnst gott að anda að þegar þeir stækka líkamann, þegar við stækkum líkamann svona eins og við erum að gera núna, opnum hérna síðuna, en það getur líka verið ágætt að blása frá á áttakinu sem er með hringurinn. Og það hjálpar okkur að virkja djúpkviðin okkar og halda stöðunni, en þú verður að velja það sem þér finnst best. Ok. Þá ætlum við að fara að ljúka þessu. Við ætlum að standa núna jafnfætis í báða fætur. Við ætlum að setja þungan örlítið fram í táberg og dúa aðeins. Hér erum við bara að reyna að slaka á öllum líkamannum. Kinnum, kjálka, öxlum, handleggjum. Þannig að það slaknar allt nema mögulega kálfarnir okkar. Og ef þú treystir þér, lokaðu þá alveg augunum eða horfðu á gólfið fyrir framan þig. Og leyfðu víbringnum að búa til slökun í vöðvunum þínum. Og næst þegar þú andar ætlar að fylla svolítið vel og svo andvarpa. Þá koma hælarnir niður. Og ætlar að halda stöðunni og bara aðeins taka stöðuna á því hvernig þér líður núna. Kannski finnurðu svona skemmtilega tilfinningu í öllum líkamannum eftir víbringin. En taktu líka sérstaklega eftir svæðunum sem við vorum mest að vinna með. Axlir, háls, efra bak, athuga hvort við höfum ekki létt aðeins á spennunni sem er svo oft á þessu svæði. Ég vona að þú njótir dagsins. Takk fyrir samveruna. Namaste.